Kæri hlustandi, það hefur komið okkur sem stöndum að þessum þáttum skemmtilega óvart hversu góðar viðtökur þættirnir hafa fengið. Það er greinilegt að það er mikill áhugi á umræðu og umfjöllun fjármál einstaklinga og heimila. Það er okkur fagnaðarefni enda markmiðið að fjármál verði jafn eðlilegur hlutur að tala eins og andleg líðan. Við höfum frá því að við fórum í loftið í haust heyrt sögur fólks sem hefur ákveðið að taka þátt í leitinni að peningunum með okkur. Í þáttunum höfum við hlíft ykkur hlustendum við auglýsingum enda er eina markmið okkar að efla fjármálalæsi fólksins í landinu. Þættirnir eru því unnir af umboðsmanni skuldara með styrk frá félagsmálaráðuneytinu. Við viljum því biðja ykkur, kæru hlustendur, að hjálpa okkur að ná til fleira fólks. Þið megið því endilega deila þáttunum á samfélagsmiðlum og segja sem flestum frá okkur, vinum, óvinum, maka, foreldrum, ömmu og afa og þannig hjálpa okkur að ná til enn fleira fólks. Staðreyndin er nefnilega svo að því fleira fólk sem tekur þátt í leitinni að peningunum og lærir að fara með peninga að því betur vegnar okkur öllum. Við sjálf erum betur búin undir áföll, hagkerfið verður stöðugara fyrir utan hvað okkur líðum öllum miklu betur þegar við þurfum ekki að hafa áhyggjur af peningum. Það er mér því mikil ánægja að tilkynna að leitin að peningunum mun halda áfram og það að minnsta kosti fram á sumar. Takk fyrir að hlusta. Gestur minn í dag er Svanhildur Hólm Valsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og fyrirverandi aðstoðarmaður fjármálaráðherra, svo fátt eitt sé nefnt. Takk kærlega fyrir komuna, Svanhildur. Jú, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig kanntu við í nýju starfi? Ég kann bara vel við mig í nýju starfi. Þetta er talsvert ólíkt því sem ég var að gera áður en þetta er bara skemmtilegt og fjölbreytt og það er líka svolítið gaman að vera komin svona hinum með við borðið. Já. Nú er ég alltaf fann að gera kröfur á ríkið. Já, og þannig að segja hvernig það hafa hlutina, frekar en að verja það hvernig þeir eru. Eða? Já, því að auðvitað er maður gagnrýninn, jafnvel þó maður sé sko ríkisins megin. En það eru unetilega önnur aðstæða að vera í heldur en að vera komin út. Akkurat. Segðu mér svona kannski aðeins frá þér í stuttumáli, svona uppvöxtur og starfferill á hundavæði. Hvernig kemst maður á þann stað sem þú ert á í dag? Já, það er ekki alveg gott að segja. Ég er fædd og uppalin á Norðurlandi. Ég fæddist á Akureyri og svo fluttum við út í sveit þegar ég var rétt 2 ára. Okay. Ég bjó í Laxárvirkjun í Aðaldal þangað til að ég var komin í menntaskóla. Já. Og bara í virkjuninni? Já, reyndar ekki inn í virkjunina, það er smá þorp við virkjunina. Já. Það er mjög fallegt þannig, ég var þarna með síðasta sumar. Já, mér finnst þetta náttúrulega stórkostlega fallegu dalur og fallegt svæði og áin er stórkostleg og auðvitað tengist maður svona æsku heimilinu og því umhverfi mjög sterkum böndum. Akkurat. En mér finnst ennþá dásamlegt að koma þarna og ég fór í menntaskólann á Akureyri og þannig fór ég í Háskóla Íslands í lögfræði. Já. Og í lögfræðinni þá uppgötaði ég, eða var reyndar búin að uppgöta það svona skömmu áður ég byrjaði í lögfræðinni að ég hefði áhuga á fjölmiðlum. Já. Fór að vinna á blaði sem hét Dagur fyrir norðan. Já. Það var mjög skemmtilegt. Er það ennþá til? Nei, það rann saman. Það var ekki Dagur tíminn á einhverjum tímamóti? Jú, þegar ég hætti að vinna á degi þá ég segja að þar með hafi eiginlega endalókin hafist. Það var akkurat á þeim tíma sem ég var að fara í hrun íslenskra fjölmiðla hófst þá. Ég eignaðist mitt fyrsta barn mjög ung og var akkurat á leiðin í fæðingarólu þegar Dagur tíminn runnu saman. Já. Og ég fór ekki aftur að vinna á því blaði og það einhvern veginn bara lagði upp laupana eftir nokkur ár. Já. Ritstjórnin var að einhverju leyti flutt til Reykjavíkur og þá svona held ég að mesti sérmenn hafi horfið að því. Já, en já, þaðan síðan fór ég að vinna á Ríkisútvarpinu meðfram náminu og fór ég á Stöð 2 nokkrum árum síðar, var þar í nokkur ár og hætti síðan og fór í að ljúka ritgerðinni minni því að það gerist hjá fólki sem hefur áhuga á mörgum hlutum að ég átti alltaf eftir að skrifa þessa blessu í ritgerð. Notaði tækifærið í hruninu til að klára hana og fór síðan eftir það að vinna sem framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðismanna og gerði það í nokkur ára áður en ég varð aðstoðarmaður fjármálaráðherra. Akkurat. Reyndar fyrst aðstoðarmaður formannsflokksins og síðan fór ég með formanninum í fjármálaráðuneytið. Koma aðeins inn á það á eftir starfa aðstoðarmann sem aðeins aftur að Laxárvirkjun. Voru peningar eitthvað til umræðu á þínu æskuheimili?
var svona það er svona eitt af því sem að við erum að hugsa er að opna umræðuna fjármál og fjármál einstaklinga og fjármál heimilana. Er þetta eitthvað sem þú hlaust sem þú fékkst í þínu uppeldi? Já, ég gerði það nú að einhverju leyti og kannski ekki síst vegna þess að ég byrjaði mjög snemma að vinna. Ég var 12 ára þegar ég byrjaði að vinna í fiski. Það eiginlega vildi þannig til að ég fór í fermingu til frændamanns á Grundarfirði. Já. Og svo fannst mér svo gaman og það vantaði fólk til að vinna þar í rækjunni og þannig að í staðin fyrir að fara heim með mömmu og pappa eftir helgina þá var ég bara komin í vinnu í frystihúsinu og mér fannst þetta algjörlega frábær hugmynd og þarna þetta sumar, ég var í nokkra vikur þarna og gerði allt mögulegt. 12 ára? Já, ég pilaði rækju og hérna, þú veist, vann í grálúðu og saltfiski og bara gerði hvað sem að höndum bar. Já. Og þetta var frábær reynsla. Veist, að vera á þessum aldri að vakna 5 eða 4-5 til þess að mæta á vaktina á laugardagsmorgni af því það var bara svo mikið að gera. Já. Ég veist, þetta var náttúrulega bara barnaverndarmál núna en mér fannst þetta frábært. Ég eignaðist slatta peningum sem ég ráðstafaði sjálf. Ég man eftir ég keypti mér alveg brjálaðislega flottar græjur sem kostuðu fullt af peningum og hérna ég keypti mér föt og ég átti svo líka bara einhvern afgang til vetrarins og þú veist það var þetta sjálfstæði að afla sér sjálfur peninga og geta ráðstafað þeim á þess að spurja nokkuð. Og þá líka fór maður að hugsa svona býtu við, ég fekk svona mikið borga fyrir, þú veist þá átti að maður sig á að borga út vikulega. Og þá veist maður sko, ég fekk svona mikið borga fyrir heila viku í vinnu og kannski maður að vinna 6 daga. Og þá átti að maður sig á því sko hvert virði peningana í raun og veru var. Hvað maður þurfti að leggja mikið á sig til þess að eignast eina peysu. Akkurat. Og ég veit að það er alltaf verið að vernda krakka fyrir alls konar hlutum en þetta er ótrúlega mikilvæg lexía að bara finna það á sjálfum sér að peninga verði ekki til úr engu. Og kannski eitthvað sem að hefur fyllt þér alla tíð. Já, ég sko, svo fór ég í unglingavinnu sumar eftir þetta og ég vann á sláturhúsi á haustin, þú veist, ég lengdi alltaf sumartímabilið eins og ég gat og ég fór í alls konar íhlaupastörf, ég vann, þú veist, við uppvask og ég var að vinna þess svona sveitaböllum sem var svona mjög sérstakt starf við gera alls konar hluti bara að vinna í sjoppunni og þrífa eftir fólk og gera alls konar hluti sko. Þú veist, ég maður bara gerði það sem að bauðst til þess að vinna sér pening og ég held að það hafi verið svona eina betri leksjónum að bara átt að segja á því að hérna, maður þurfti að hafa fyrir þessu. Var þetta normið í kringum þig eða varst þú svona? Nei, ég held að þetta hafi bara verið frekar eðlilegt á þessum tíma. Ég er náttúrulega fædd 1974 þannig að þú veist, seint á árinu sko, þannig ég var 12 að verða 13 því ég byrjaði þarna að vinna í fiski. Akkurat. Og þú veist, mér fannst bara gaman að hafa eitthvað að gera og þetta var ekkit ógulegt með krakka. Mér að krakkar voru almennt konur í einhverja vinnu fermingu og sumarfríð var líka lengra á þessum tíma þannig að mögulega nýttist maður betur fyrir vinnuveitendur. Þú veist, það getur verið erfitt fyrir vinnuveitendur núna að taka fólk inn kannski 2 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Akkurat, lok júní og skila þeim þá í byrjun ágúst. Já, þess vegna að því það tekur ákveðin tíma bara að þjálfa fólk upp í að gera þar sem það er að gera, í hvaða starfi sem það er. Þannig að þetta er svona, þú veist, ég held að þó að mig ábyggilega segja margt gott um það að skólaárið hafi verið lengt, þá held ég að það hafi orðið svona ákveð rof á milli sko frá atvinnulífinu til yngra fólks af því að maður kannski færri tækifæri sem krakki núna og unglingur til þess að vinna alls konar störf og svo erum við náttúrulega með alls konar reglugerðir sem banna allt mögulegt og lög sem var ekki á þessum tíma. Nei. Og það er ábyggilega ágætt líka krakkar fái bara að vera krakkar en maður náttúrulega er oft ánægður með það sem maður elst uppið. Já, maður þekkir ekkert annað. Nei, það er svolítið svoleiðis. En mér finnst þetta samt mikilvægt sko. Við ræðum þetta alveg og ég hef rætt þetta við krakkana mín og þau hafa verið duglega að vinna. Já. Þau sem eru orðin eldri og held að það vanti ekkert tenginguna á milli sko þess sem að þarf að leggja til þess að verða einhver svona verðmætasköpun. Þau vita alveg hvers virði þetta er. Já, ég held að gera það sko. Já. Þannig að áttu í dialógu börnin þín peninga? Ertu að kenna þeim að fara með peninga og á peninga?
svona að einhverju leyti, ég held að allir foreldrar geri það, en svo svo merkilegt hvað þau pikka upp. Ég til dæmis eina dóttur sem að kaupi sér ekki ný föt. Það að hluta til er það svona umhverfis ástæður, en svo er það líka bara það að hún sé bara enga ástæðu til þess að kaupa sér peysu sem að kostar miklu meira, þá hún getur keypt sér peysu sem að kostar sko 15 af því sem hún fær hann á í einhverju rauðakrossbúð eða einhverju álíka. Fellur í verði hraðar en bílar. Já, þetta gerir það nefnilega og hún er bara býsna lungin í að finna sér svona föt og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Og ég veit fleiri börn vina minna sem eru akkurat í þessum pakka. Hvað er hún gömul? Hún er 14 að verða 15. Okay. Þetta er skemmtilegt trend, því maður sé líka töluvert sko, af finna gagstæða að ung fólk að setja rosalega miklu peninga í alveg svona frámunna dýra merkjavöru. Þannig að þetta er gaman að heyra. Já, yfirleitt er það ekki góð fjárfesting. Nei, ég get alveg kveitað upp á það og ég vil bara engin fjárfesting, heldur bara í besta falli góð kaup og sennilega ekki einu sinni það. Þú slær mig sem einhver sem kannski þér fellur ekkert verk úr hendi mjög auðveldlega, eða hvað? Það fyrir svona alveg eftir hvað ég kann alveg að gera ekki neitt. Já, það er dýrmætt. Já, mér finnst það mjög fínt, maður þarf að gera það líka. Já, en þá komum við kannski að þessu, sko, þú, þarna upp úr hruni, eða fyrir 7 árum eða svo, verður aðstofamaður ráðherra. Já, tæpum 8, verður sér. Tæpum 8. Hvað gerir aðstofamaður ráðherra fyrir einhvern sem hefur bara enga einsýn inn í þetta hlutverk? Aðstofamaður ráðherra það er svolítið mismunandi eftir ráðherrum og eftir aðstofamunum hvað gera. Hlutverkin getur verið ólíkleg eftir ráðuneytum. En aðstofamaður ráðherra er venjulega hægri hönd ráðherrans og hann aðstofar hann í hverju því sem hann þarf aðstoð við. Það getur verið mismunandi eftir í hvaða menntun eða bakgrunn maður hefur. Ég er lögfræðingur í grunninn og með þessa fjölmiðlamenntun, þannig að það nýttist mér að mjög miklu leyti í ráðuneytinu. En aðstofamaður hjálpa til við stefnumótun og að fylgja eftir stefnumálum ráðherrans. Hann skrifa ræður og greinar og undirbýr þingmál með starfsmönnum ráðuneytisins og hann fylgir ráðherra eftir á fundum og sér samskipti við fjölmiðla og það er bara, það er eiginlega allt sem mögulega getur komið upp í einu ráðuneyti sem aðstofamaður getur haft svona eitthvað af að segja. Þannig að þeir eru svona framlenging á ráðherranum. Já, það er góð lýsing. Þeir eru svona svolítil framlengingar á ráðherranum en þeir samt sem áður bera ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum, skrifa ekki undir erindi og slíkt. Það er ekki að draga á fyrir landsdóm og svona skemmtilegt. Nei, það er ekki hægt. Nei. Þetta er svona ertu Vestving lúði? Já, ég horfði alltaf á Vestving en það er mjög langt síðan horfði á það. Ég ímynda mér alltaf aðstofa með ráðherra sem svona einhvers konar útgáfu af Leo McGarry sem er besti vinur forsetans og chief of staff svona sér að passa upp á það að allt gangi eins og það á að gera. En það er kannski meira ráðuneyti stjóri, ég átta mikið. Já, það er nefnilega svolítið aðstofamenn á Íslandi eru svona svolítið skrítið þetta er svona skrítið starf og það er svolítið erfitt að útskýra oft fyrir kollegum manns erlendis hvað maður er akkurat vegna þess að maður er svona eitthvað á milli þess að vera aðstofaráðherra eða chief of staff til dæmis það sem er kallað í Noregi kannski statssekretær og svona þetta er ekki alveg sambarilegt við kannski eitthvað eitt starf sem þú sérð. Ég held að Danir kalla þetta stundum svona sérstakan ráðgjöf, svona special ráðgjöf eða pólitísk ráðgjöf og svona sitt á hvað, við erum eiginlega svona blanda af því. Alltaf þurfum við að vera svona aðeins öðruvísi. Já, en það er líka þetta er ekkert svo gamalt starf heldur á Íslandi. Nei, og er einmitt að fjölga frekar en hitt. Já, það er reyndar þessi staðstofamur ráð, það var yfirleitt bara einn er það ekki með hverju ráðherra, nú eru þeir yfirleitt 2. Já. Og svo er ríkisstjórnin með 3. Já. Já, það er en ég held að það sé reyndar til bóta já, eins og þegar ég var lengi vel bara ein með Bjarna ég var 1,5 árin í fjármálaráðuneytinu það bil áður en að ég fekk liðsauka og þetta starf er eiginlega þannig að þú þarft helst að hafa fleiri til þess að deila þig með
og þegar við Bjarni komum inn þá voru svona alltaf ekki verið einhverstað milli 80 og 90 starfsmenn í fjármálaráðuneytinu, þú sér það 2 pólitískir vega ekkit svo þungt í þeim samanburði og raun og veru 3 ekki heldur, en það er samt til mikill að bóta. Já, það er 50% fleiri. Já, það er rétt í öður. Þannig að ég held að þetta sé til bóta og þetta líka gerir það verkum að mögulega getur sko ráðherrann þá veitt bara almenningi betri þjónustu. Hann verður ínáanlegri í gegnum aðstofamenn sína ef að hann er með 2 til að svara en ekki bara 1. Akkurat. Sem er náttúrulega hluti af verkarhing aðstofamann að ræða við þá sem að ráðherrann er að þjónusta, sem er almenningur. Og þú varst lengst af aðstofamaður ráðherra í fjármálaráðuneytinu. Hvað kom þér mest á óvart þegar þú kemur inn í það ágæta ráðuneyti? Hafðirðu svona mótaðar hugmyndir hvað þetta væri eða var þetta alveg bara allt saman autt blað fyrir því? Það sem kom mér kannski mest á óvart var bara hvað þetta var skemmtilegt. Já. Af því ég held að fyrir mjög marga þegar þeir horfa á fjármálaráðuneyti þá það virkar svona þungt og formfast og það er að fást við fjármálastefnu og fjármálaáætlun og fjárlög og fjármálamarkaðin og ekkert að þessu virkar sem mikið punk. Nei. En mér fannst bara ótrúlega gaman að vinna þarna. Þetta er eins og þetta er ábygglega við svona 2 háskólagráður að hafa verið í þessu starfi. Man lærir ótrúlega mikið. Sálfræði og stjórnun. Já, og kannski hagfræði líka. Og það er bara klárt og skemmtilegt fólk að vinna þarna. Ég myndi segja að það veri mjög hár kaliber af starfsfólki þarna. Mikil kompetens. Já, þetta er mjög hæft og klárt fólk sem er gaman að vinna með og það er líka gaman að vinna með fólki sem að sko, þú veist, er svona tilbúið til þess að veita manni upplýsingar og kenna manni og setja manni inn í hlutina. Og þetta var svona, eins og kannski sagt alltaf brött lærdómskurfa. Við komum inn í maí og þurfum eiginlega að koma inn hlaupandi því að þá erum við bara komin ágætlega inn á það tímabil þar sem maður á að vera búin að vera að vinna fjárlögum. Akkurat. Og venjulega er sko því sem er kallað talnabálkurinn lokað svona kringu 20. júní. Þannig að við höfum ekkert mjög mikið tíma upp á að hlaupa til þess að svona setja okkar marka á fjárlögum fyrir árið 2014. Akkurat. Og það var heldur ekki búið að breyta á þessum tíma lögum opinber fjármál. Þarna vorum við með annan háttildur en hafðar á núna, þannig að til dæmis eiginlega öll fjárlaga gerðin það var svona ofbáðslegur miðpunktur í fjármálaráðuneytinu. En þegar lögum opinber fjármál voru samþykkt þá var svona ábyrgðin af fjárlaga gerðinni fyrir þá málaflokkar sem heyra undir hvert og eitt ráðuneyti og færð út til þeirra. Þannig að við sátum mjög marga fundi með öllum ráðherrum þetta sumar við að finna það út hvernig við ætlum að haga fjárlögunum 2014. Þannig að þetta er svona fyrstu vikurnar, þær voru bara ein samfelld fundasetta. Þannig að fjármálaráðuneyti er það kannski svona meiri samræmingarhlutverki? Það er svona, þetta hefur yfirsýn yfir þetta og það límir allt saman og svona, en ábyrgðin af fjárlega gerðinni og fjárlega svona rammanum, rammin kemur mögulega frá fjármálaráðuneytinu en svo raða sko ráðuneytin innan rammans. Og það er bara til mikill að bóta. Er þetta, það er ekkert launungumál í fjármálaráðuneytinu, þar eru peningarnir. Er þetta aðalráðuneytið eða er það forsætisráðuneytið? Er þetta ekki fjármálaráðherra sem stjórnar? Eða hvernig virkar þetta? Nei, sko forsætisráðuneytið er ráðuneytið sem hefur verkstjórnar. Já, dagskrárvaldið og... Já, svona þannig. En samt sem áður sko, þú veist eins og oft er sagt, ríkisstjórn á Íslandi er ekki fjölskipa stjórnvald. Nei, það er mjög oft sagt. Og það segir manni það að hver og einn ráðherra hefur sjálfur vald yfir sínum málaflokkum. En það er þegar fólk er með það sem er eiginlega alltaf samsteypustjórn. Þú nærð aldrei, það er aldrei einn flokkur sem að nær hreinu meirihluta, þannig að það þarf alltaf að mynda stjórn með einhverjum öðrum flokkum. Að þá er þetta einhver málamiðlun sem hefur verið farið í gegnum þegar er verið að búið til stjórnarsáttmálann og ákveða það hvaða málegi að setja á oddinn og hvaða málegi ekki að setja á oddinn. Og svo er það forsætisráðherra sem að fer með þetta samræmingar hlutverk og sér til þess að ríkisstjórnin standi sína plikt ef að henni eða honum þykir þurfa.
en ég held að sé svona almennt nokkuð mikill samhljómur við það að reyna að standa við gefin lofórð. Akkurat, þannig að sáið að svo svona þessi svona taugapunkturinn í fjölskyldunni sem að tala við alla og passar allir séu að gera það sem þeir eiga að vera að gera og talist sín á milli og svoleiðis. Já, má kannski segja að sé á einhvern hátt þannig og náttúrulega stýrir öllum fundum ríkisstjórnar og öllum fundum sem ráðherrar mæta á og svo hefur í sem tíð verið svona kannski smá tilhneiging til þess að taka einhverja málaflokka inn í forsætisráðuneyti líka, þannig að til núna eru jafnréttismáliðar og það var minna það hér áður fyrr. Þar var þetta samræmingar og verkstjórnar hlutverk kannski settur svona kannski meiri þungi að geta bara sinnt því án þess að vera með sérstaka málaflokka inn í ráðuneytinu. Þannig að það er nóg að gera þar. Já, það er bara, ég held að sé almennt mjög mikið að gera hjá forsætisráðherra. Ég sé ekki betur. Og ráðherrum almennt kannski? Já, mér finnst þetta að vera fólk sem er mjög unnum kafið. Þetta er ekki svona þægileg innivinna, eins og maður segir. Nei, hún er það alls ekki. Og hún er líka, hún er mjög krefjandi. Hún er krefjandi þannig að sá sem er ráðherra þarf að vera vel inn í sínum málaflokkum og ráðherrar eru almennt með marga málaflokka og býsna fjölbreytta. Og það er mikill lestur í þessu. Já. Og þeir þurfa að fylgjast vel með og svo er það líka þessi pólitíski þáttur, þú þarfst að fylgjast með hver að segja hvað hvern og hvað og svo eru þeir líka með þetta hlutverk sitt gagnvart kjördæmanu vegna þess að ráðherrar hér eru yfirleitt þingmenn og þurfa til dæmis í kjördæmavikum að fara út í sín eigin kjördæmi og hitta fólk og reyna að sinna þeim svona kannski líka aðeins meira heldur en það og sem gerir það verkum að vinnuvika hjá ráðherrum er aldrei 5 dagar. 7 dagar, eða 6,5. Já, ég myndi segja hún væri svona minnskosti 6,5. Það eru sjaldan til dæmis laugardagsmótnar sem eru frí, það er eiginlega alltaf einhverjir pólitíski fundir eða eitthvað slíkt. Eða útvarpsþættir eða sjónvarpsþættir eða eitthvað. Það er fastir liður þegar hún mæti eitthvað slíkt helgar. Þetta hljómar áhugavert, svo ekki sem meira sagt. Já, það er alltaf til fólk sem er til í að taka þetta starfað sér og það er skemmtilegt og það er gefandi þó þessi krefandi. Þú sagðir hérna að með fjárlagagerðina þetta hafi verið svona miðpunkturinn í fjármálaráðuneytinu fram að lögum opinber fjármál. Og er það reyndar alveg ennþá þrátt fyrir lögum opinber fjármál bara svolítið öðruvísi vinnan? Er það rétt skilið hjá mér á þeim tíma svona það hafi kannski líka verið svo breyting eða er það bara hefur það alltaf verið að svigrúm til þess að gera miklar breytingar í fjárlögum er ekki mikið og stafar þá kannski fyrst og fremst að því og við komum inn á það núna eftir að þær tekjur sem ríkið hefur frá sínum skattstofnum eru svona frá ári til árs mjög svipaðar og þau útgjöld sem ríkið þarf að standa undir frá ári til árs eru mjög svipuð. En þetta ekki svona þó það er ekkert, þú getur ekki bara heyrðu, ég ætla bara að taka gamla frumvarpið og henda því og gera alveg nýtt með alveg nýjum forsendum. Hvernig, þannig er þetta rétt greining hjá mér eða hvernig? Þetta er mjög nærri lagi þannig að þess að teygjan er kannski hagvöxturinn. Já. Þegar hagkerfið vex og tekjur aukast í því þá aukast yfirleitt skatttekjur ríkisins líka. Það hefur reyndar verið svo sem reynt síðustu árin og það hefur verið gert að lækka skatta sem að gengur þá eitthvað aðeins á þess að tekjustofna en þá er líka reiknað með því að mögulega geti hagvöxturinn haldið þessi í þannig að tekjur ríkisins drægist ekki það mikið saman. Akkurat. Og svo er náttúrulega reynt að halda í við útgjaldavöxtin en það hefur verið kannski svolítið erfitt. Já. Það hefur engin flokkur unnið kostningar á því að lýsa því yfir hann ætla að skera niður. Nei og kannski ekki farið inn í kostningar á því heldur eða hvað? Ég held ekki. Ég man allan ekki eftir í því íslenskri stjórnmálasögu en það getur vel verið að einhverjum hafi dottið þetta í hug. Fylgist með í september og sjáum hverju þetta ætla að skera rosa mikið niður. Hver verður niðurskurðarflokkurinn? Já, maður veit það ekki. Forvitnilegt að sjá. En þetta, þú veist, skattar, þetta er eitthvað sem er bara hluti af svona eiginlega jafn mikið hluti af daglegu lífi okkar og peningar. Við erum alltaf að nánast sama hvað við gerum, þá borgum við skatt. Við borgum virðisaukaskatt og skatt af tekjunum okkar og þar fram eftir götunum. Þessi skattar, þeir eru ekki allir þeir eru þetta misháir og allt þetta en þeir eru líka mjög mikilvægir fyrir ríkissjóði. Hverjir eru svona kannski þessir stærstu? Stærstu póstarnir eru skattar og vöru og þjónustu og þar inni er virðisaukaskatturinn og hann er langstærsti hlutin þar.
það er gert ráð fyrir því 2021 að tekjuskattar verði 230 miljardar. Virðisaukaskattur eða Virðisaukaskatturinn, fyrirgefðu, verði 230 miljardar. Þegar gert ráð fyrir að þessar hreinu skattekjur ríkisins verði kannski rúmlega 600. Þannig að sér hvað þetta er stór hluti. Þannig að þetta er rúmlega þriðjungur af öllu því sem ríkið aflar sér með sköttum. Já. Og þetta eru svona frámuna háar upphæðir, 230 miljardar, 600 miljardar, þetta eru meiri peningar en flest okkar munum sjá ævina og jafnvel þótt við að vera leitað. Já, það er alveg miklu meira en það og útgjöldin er líka há, ég meina alltaf þessi ekki kringu 1000 miljardar á þessu ári. Já. Og ríkið er auðvitað með aðra tekjur heldur en bara tekjuskatta með eignatekjur og eitthvað fleira eða meira heldur en skattekjur en svo er það náttúrulega eitthvað skattar á tekjur og hagnað sem eru leggast bæði einstakling og fyrirtæki og þeir eru svona 260 miljardar og þar að vera tekjuskattur einstaklinga 185 og það er samt segir ekki alla söguna vegna þess að við borgum miklu hærri tekjuskatt heldur en það en svo stór hluti á honum rennur til sveitafélaga. Já, sveitafélögin eru með alls konar þjónustu sem þau þurfa að standa undir, ég meina þau leir eitthvað til dæmis grunnskólan og ýmiss konar félagsþjónustu og þau fá af öllum tekjum af sköttum og eða það er að segja af allas, hvernig ætli ég ára þetta, þau fá sem sagt tekjur þeirra af skatti af tekjum og hagnaði eru meira en helmingur af öllu því sem við borgum. Já, þannig að við borgum 150 tekjuskattar á einstaklinga það eru 185 miljardar 185 miljardar til ríkisins fyrir geð og þannig að sveitafélögin fá annað eins og meira til frá úr tekjuskatti og útsvari einstaklinga sem er sá hluti skattsins okkar sem rennur til sveitafélaga. Já, tekjuskattur sem að rennur til sveitafélaga kallar útsvar og þetta er umtalsverð upphæð sem gerir þann líka verkum að maður þarf að vera orðin ég veit ekki hvernig talan er akkurat núna en það er einhver staðar yfir held í 250.000 upphæðin áður þú byrjar að borga til ríkisins. Já, og þar komum við inn á samspil tekjuskatts útsvars og persónuafsláttar nú erum við komin út djúpulauna. Já, málið, þetta er akkurat þetta með skattkerfið það er mjög fljótur út í djúpulauna. Já, það er ef maður langar til að fara að tala skatta við fólk þá getur maður haldið sér í stóru myndinni eða maður getur farið að fara niður í litlu upphæðunar og það sem að er samt sem auðvitað það sem að skiptir fólk yfirleitt máli þú ert alltaf að horfa á þitt eigi bókhald og þinn eigin launaseðil og það er til dæmis ef að fólk vill bara skoða þetta hjá sjálfu sér það er til mjög einföld leið til að gera það fyrir nokkrum árum þá fórum við að skoða álagningarseðilinn sem allir fór sendan á vorin frá ríkisskattstjóra sem heitir núna skatturinn og þessi álagningarseðill var þannig að hann var ekkit mjög skiljanlegur og við fórum í samstarfi skattinu það að gera hann skiljanlegri og líka setja hérna á hann upplýsingar sem að segðu fólki aðeins hvað verið að verða peningana þeirra þannig að núna getur þú farið ef þú ferð inn á skatturum.is og velur það þjónustu síður og svo bara skráir þið inn með rafrænum skilríkjum og þá getur þú valið að skoða álagningarseðil sem að kom 2020 það er semst fyrir tekjuárið 2019 Við erum alltaf að vinna með árið á undan Já, við erum alltaf að vinna með næsti álagningarseðil hann kom ekki í maí fyrir árið 2020 og þá getur þú séð þar bara hver er þín skattprósenta hvað varst þú að borga í raun og veru í skatt af því það getur alveg vafist fyrir fólki vegna það er að borga sumir er að borga skatt í 3 skattþrepum aðrir er að borga skatt í 2 og kannski aðrir bara í 1 og þannig að þú áttar ekkert endilega á því hver skattprósenta þinn er en þarna er búið að rekna það út fyrir þig hvað þú ert að borga í skatt hversu mörg prósent af því eru ríkið og hversu mörg prósent fara til sveitafélaga og þetta er mjög svona skýrt og greinlegt og ég held að það sé ágætt fyrir fólki að fólk bara átta sig á þessu. Já, þetta nördast mjög djúpt onni þetta. Já, þú getur komist, ef þú ert mjög tekjulár, þá getur þú þess vegna farið með tekjuskatt prósentuna þína í 0 eða jafnvel lægra en þeir sem eru með tekjuháir, þeir geta farið svona hátt upp. Akkurat. Og þarna kemur ég mitt inn á þessa þessi þrep við það er ekki sama hversu mikla tekjur þú ert með þú borgar mismikinn skatt af misháum launatekjum. Já. Það er ekkert rosalega langt síðan að
við fórum í það að reyna að einfalda þetta skattkerfi, reyna að fækka skattþrepunum. Fyrir hrun var þetta komið í það að þetta var í raun og veru bara eitt skattþrep og það var ekki mjög stuttan tíma sem var þannig og svo var farið í 3 þrepa skattkerfi eftir hrun og fyrir nokkrum árum þá var það einfaldanir í 2 skattþrep og þá var það í raun og veru skattþrep sem náði upp í eitthvað rúmlega 900.000 krónur í tekjum og svo skattþrep sem var þar fyrir ofan og sem svona hluti af aðgerð til þess að lækka tekjuskatt og þá leið auka jöfnuð í skattkerfinu þá var aftur tekið upp skattþrep sem var í raun og veru í staðan fyrir að bæta inn miðjuþrepi þá var það í raun og veru tekið upp nýtt lægstaþrep og ég held að lægstaþrepið hafi bara alltaf hafi nokkuð tíma verið jafn lágt eins og það er núna þannig að núna árið 2021 er það komin í 31,45% en 2019 var það lægstaþrepið sem að náði þá upp í rúmlega 900.000 var 36,94% og þetta skiptist svona það bil þetta var cirka 2/3 fór í ríkissjóð og 1/3 af þessu í útsvar sem að segja samt sem áður ekki það hvað rennur endalega til sveitafélaginu svo vorum að tala á það og þessi tala hún er ekki hún er í rauninni tvískipt þú ert með útsvarsveitafélag sem að er svona það ekki liggur einhvers það er 14,5% svona að jafnaði núna og svo bætist ofan á það upp í þetta 31% þannig að fyrir þá sem eru rosalega góður í starffræði þá getið þið reiknað út ég hef ekki svona cirka 16, 17 fyrsta, ég held það ef ég treysti minni máladeildar starffræði þannig að þetta er samsett tala en útsvarið er fast það breytist ekkert eftir þrepum er það nokkuð? Nei, útsvarið er bara það er bara ein ákveðin upphæð ákveðin prósenta ein ákveðin prósenta og allan þegar ég kíkti á álagningarseðli minn þá sýndist mér að vera 14,52% í mínu sveitafélagi og þessi fjárhæð sveitafélögin fá hana óskerta hvort sem að maður í raun og veru það er svolítið erfitt að útskýra þetta en það er í það minnst að þannig að ef að þú ert með persónuafslátt þá bera sem þú ert alltaf vert þá bera sveitarfélögin ekki hallan af því að þú sért að nýta þau fá bara sitt útsvar óskert þannig að ríkið bætir því það sem er upp á vantar ef það þarf þannig að ef þú ert með 100.000 krónur í laun þá fær sveitarfélagi 14% af því sama hvað og það er bara þá ákveðin trygging ríkissjóðs til sveitarfélagana þannig að þetta er mér held að verðum í djúpulaun áðan þetta er alltaf að dýfka það er mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir hvernig það virkar og af hverju við erum að gera þetta af hverju skattar eru lagðir á það er einmitt til þess að fjármagna öll þessi útgjöld ríkisins það þarf að gera það og við held að við getum alveg svo sem sagt að við séum svona almennt vön því að fá frekar mikla þjónustu að opinber þjónustu á Íslandi sé ágætt á mælikvarða heimsins Já, maður getur náttúrulega orðið pirraður yfir alls konar hlutum og það vantar nú ekki en ég held svona í samanburði þessum almenna samanburði þá séum við í alveg þokkalega málum allan er það nógu mikið af því sem að er tekið inn eins og ef við horfum bara hjá ríkinu þá held ég að það sem það megi segja að áherslan sé til dæmis mjög mikið á velferðarmálin við getum líka, maður getur það er nokkra leiðir til þess að nálgast að í hvað peningarna fara ef við horfum bara á hlutföll og stóru málaflokkana þá það bil helmingur af útgjöldum ríkisins að renna til félags, húsnæðis og tryggingamála og heilbrigðismála þessi málaflokkar tveir eru það bil jafnstórir félags, húsnæðis, tryggingamála og heilbrigðismála þetta eru það bil helmingur af útgjöldum ríkisins sem voru 1000 milljarðar það bil, þannig að 500 milljarðar fara og svo talsveit langt þar eftir koma mennta og menningamál þau taka það bil 10% af útgjöldum en það er samt sem áður, þetta er samt ekki alveg þegar maður fyrir að tala þessa málaflokka þá þeir eru ekki alltaf alveg samanburður hæfir svona í huga fólks
en hérna allur eðlilegu fyrirvari með það. Já, en ef við skoðum þetta svona frá öðru sjónarhorni, heldur bara hvað maður er að borga til dæmis á mann, þá er þetta 750.000 krónur á mann til heilbrigðiskerfisins Á ári. og svo koma málefni aldraðra og þá getur við reiknað með því að þessi 250.000 á mann eða eitthvað svo það er kringum 90 milljarðar og svo örorkugreiðslur, það eru rúmlega 200.000 á mann og svo þar á eftir koma samgangur sem eru 150.000 og svo háskólar með 140.000. Þetta er ekki litlar tölur. Nei, þetta eru stóra tölur. Meiri segja að þegar þetta er brotið niður á fólk þá þegar þetta hættir að vera milljarðar og þá er þetta bara 100.000 á milljónir. Já, af því að sko, stundum einmitt hugsa maður að þetta eru svo stóra tölur og það er svo erfitt að einhvern veginn sko, bera sig saman eða skilja svona stóra tölur. Já. Af því maður er svo rosalega langt frá því að nokkuð tíman að höndla með eitthvað sem eru sko 100 miljóna eða sko, milljarðar eða hvað þá mörg 100 milljarðar. Þannig að stundum getur verið ágætt að horfa á þetta bara. Þetta er bara kostnaður ef að þú myndir þurfa að borga þetta sjálfur á hverju ári per mann á þess að vera að taka tillit til þess hvað einhver er með í tekjur. Já, einmitt. Og þetta er það að setja þessa hluti í samhengi, þetta er að því ég var einu svona blaðamaður og það er svo mikilvægt þegar maður er á þeim stað að mitt geta sett hluti í samhengi og ég reyndi stundum að nota landkrúsera eða þegar við erum komin í eitthvað svona megaverkefni hvað kostaði margar hörpur og það er svona, maður er svona já ok, en ég er samt engu nær Konni, hjá viðskiptaráði notaði oft Costco-fíla, það er mjög skemmtilegt, hvað er þetta margir Costco-fílar þegar Costco-fílinn var þing sko, þannig þá Einmitt. Já, ég veit ekki alveg hvað, kannski maður ætti bara að reyna að mæla þetta í þess minni bílum heldur að landkrúserum. Já, þá ertu komið með hans sem marga Yarisa. Já, til dæmis. Já. En já, þetta er til dæmis eitt af vandamálunum við það að tala um ríkisfjármál eða tala um skatta og tala um þessa stærði. Það er bara að reyna að setja það í eitthvað samhengi þannig að fólk tengi eitthvað við þetta. En ég veit ekki hvort okkur er að takast það hér. Nei, þetta er allavega sko, þetta eru hluti sem er allavega gott að velta fyrir sér og svona öðlast smá þekkingu á til þess að verða aðeins betri í að meðhandla peninga og skilja svona hvernig það umhverfi svona fjárhagslega umhverfi sem við lifum í funkar. Ég meina, ef þú til dæmis horfir á sko, hvað er mest talað og til dæmis hvað útgjaldur tala mest og svo framvegis að það er mikið talað um fjárfestingar og svona og það eru þetta háar upphæðir en þær eru samt sem áður kannski ekki eins háar eins og það sem við erum að setja bara á hverju ári í heilbrigðiskerfið. Bara rekstur sennilega. Já. Akkurat. Og þessar tölur sko, þetta minnir mig líka og ég svona það var ég er alltaf opnum með það ég svona þetta stöku sem á TikTok og það er einhver svona að fylgjast með það er svona heyrnarpróf þú setur headphones í eyrun og svo koma hátíðinhljóð og aldurinn það fyrir aðtöku hversu gömul eyrunir eru og mín eyru eru svona nokkurn veginn jafn gömul og ég ég velti fyrir mér einmitt hvenar verður þetta rof, hvenar hættir maður að skilja sko fjárhæðir að þú veist, ég veit hvað 100 milljónir eru af því það er, þú veist, stórt og flott einbýlishús eru 100 milljónir milljarður, það er svona ég veit ekki alveg hvað það er mikið. Nei. Svona í áþreifanlegum hlutum það er þú veist, eru það 6 stigagangar af blokkum, af íbúðum eða það er svona aftur en þá er maður komin í svo mikla fjarstæðu að einhvern veginn. Já, það er einmitt sko þegar maður fyrir að hugsa um þetta þess að þá maður hugsa um hvað kostar milljarð. Já. Það getur verið til dæmis mjög myndalegt fjölbýlishús eða eitthvað. Akkurat. Kannski ekki eins og neitt svo myndalegt, ég veit það ekki. En sko, ef maður setur þetta í samhengi einhver fyrirtæki, þá til dæmis fyrirtæki sem að sko, er svona spútnik í íslensku atvinnulífi sem að tengist þessu leiðenda kórónuveiru faraldri það er Controlant. Akkurat. Með það sem þeir voru að selja til dæmis fyrir jól í fyrirtækinu þá var hægt að meta það þannig að heildarvirði fyrirtækisins sem varð til fyrir það byrjum 10 árum væri komið í 17 milljarða það er alltaf fjárhæð já, en það er svona eins og kannski skeljungur eða eitthvað en þetta er bara þegar maður fyrir að tala um svona háar fjárhæðir þá ekkert líður mann eins og maður þurfum þetta að fara að setja þetta í eitthvað samhengi hvað er þetta, þú veist, margar 3 herbergja blokkaríbúðir
á Reynumelnum eða hvað er þetta margir landkrúsur. Og það bara, maður mjög fljótur að týnast. Því við erum ekki, við erum kannski ekki gerð til að skilja svona tölur. Svona háar tölur? Nei, maður lendur bara alltaf í að telja 0. Ég man eftir til dæmis þegar ég var í menntaskóla sko, og maður einhvern veginn gafst upp á núllunum. Þú veist, það var miklu betra að tala sko 1/10 í 9. Já. Það var einhvern veginn sko skiljanlegra í haustum. Það er þá 9-0 eða hvað? Já, mitt, ok. Nú skil ég reiknivélina mínu miklu betur. en að þú kemur inn á sko, í hvað peningarnir okkar fara. Það er einn liður sem lækkaði svona statt og stöðugt frá hruni og til ársins svona 2000 snemma árs 2020, seint að árinu 2019. Það er hérna uppáhalds liður allar, það er vaxtagjöld ríkissjóðs. Já. Þetta var svona annarkvort næst eða þriðja stærsta ráðuneytið ef það hefði verið vaxtamálaráðherra. Þá hefði hann verið með hérna næst mestu eða þriðju mestu útgjöldin einhverju tímabili. Já, þetta er svona það byrja svona 3. til 4. sæti. Já. Og já, þetta bara hefur verið ansi stór póstur sem var komin niður í það sem var talið svona frekar viðráðanleg stærð og innan þeirra marka sem að skulda viðmið í lögum opinber fjármál sagði til en við erum að klifra nokkur hratt upp úr því núna. Hvernig lítur þetta út í dag? Veitum við hvar stendur þetta í? Ég er ekki með töluna núna. Ég ætla að vísa til þess að ég er ekki lengur aðstofa með fjármálaráðherra. En þetta verður hækkað mjög hratt og ég meina þessi hallin á fjárlögum á þessu ári, hann er hvað sagt, hann er einhverstað í kringum 260-300 milljarðar, eða ekki? Aftur svo stóru tölur að það er bara, maður missir einhvern veginn svolítið af þeim. Já, og það var í það minnsta þannig að fjármálaráðherra sagði það einhvern veginn fyrir áramót að dagurinn í þessum kórónuveiru faraldri kostaði í opinberu að það byrja milljarð. Já. Og það er hátt tímakaup. Já, það er rosalega mikið. Já, það er þannig að þetta er alveg upphæðir. Þannig að við skulum vona að okkur takist að komast út úr þessu faraldri sem fyrst. Já, ég held að sé. Fyrir svo margra hlutasakir. Nákvæmlega. Hvernig metur þú það? Er almennt sátt hvernig skattkerfið okkar er? Sko, eins og við segir, það er alltaf hægt að aftur, sem að vísi til gömlu blaðamannarreynsluna, það var alltaf svona undir þegar það var að samþykkja fjárlög, það var alltaf svona teknir einhverjum svona tiltölulega litlir liðir út sem var rosalega mikið hrifist en stóra 1000 milljarða kakan, hún var ekkert í rauninni lítið rænt. Það var bara að því þetta er eins og að beygja olíuskipi, þú færir þetta ekki til bara á einni nóttu. Heldur þú að það sé almennt svona sátt það bara hvernig við stöndum að þessu? Það er enginn sem vill bara taka tekjuskattskerfið, leggja það af og búa bara til söluskattskerfi eða bara hafa bara virðisaukaskatt eða eitthvað svoleiðis. Ég held allan að það fólk sé ekki á þingi. Nei. En það er alveg ábyggilega til og það hafa reglulega komið upp einhverja svona byltingakendar hugmyndir það hvernig mætti breyta skattkerfinu og það er alls ekkert víst að ef við byrjuðum á núlli núna og það er reynda mjög líklegt að ef við byrjuðum á núlli núna þá yrði skattkerfið ekki eins og það er. Það er þetta afleiðing af sko margra að minnstakosti áratuga málamiðlunum skattkerfið og lagfæringum. Þú veist, þetta er svona, segja, þetta er svo bútateppi og rúmlega það. Þú veist, það er búið að bæta það og bæta við hérna og svo stækkar það eins og svo er eitthvað tekið af. Og hangir alltaf þessum flipa hérna. Já, þannig að þetta er eins og ef til dæmis tekur bara, segjum, sko, tekjuskattslögin eða virðisaukaskattslögin eða bara einhver lög sem fjallum skatta og ferðin á alþingi.is og skoður þau í lagasafninu og sérð sko fyrir framan áður en að lagatexti sjálfur byrjar það er bara sko, þú veist, ég veit ekki hversu margar línur af svona númerum sem að vísa til breytinga frumvarpa, breytinga laga sem hafa verið gerða á þessum lögum og þetta er alveg sko þetta er alveg svona skjár á venjulegri tölvu bara, þú sérð ekki lagatextan fyrir bara breytinga. Já, það er við ansi mörg skattalög er það akkurat þannig af því að það er alltaf, það er verið að hnika til einhverju smáræði, það er verið að breyta einhverjum prósentum, það er verið að minnka eða auka skerðingar, þú veist, þetta er bara, það eru gerðar ótal margar skattbreytingar náttúrulega hverju ári og
og það örlítið erfitt þú komið kerfi sem að jafn flókið og okkar að gera stórkostlega breytingar á því. Við reynda gerðum kannski einn stærsta breytingi sem hefur verið gerð á kerfinu var gerð og ákveðin í tíð fyrstu ríkisstjórnarinnar sem ég vann fyrir. Þegar Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru í ríkisstjórn frá 2013 til 2016 þá var tekin ákvörðun það að afnema eiginlega alla tolla og vörugjöld. Og það var aðgerð sem að skipti mjög miklu máli og það til dæmis kom fram þá að því að Hagfræðistofnun gerði úttekt á þessari breytingu og þá skoða hann einhverja vöruflokka og komst að þeirri niðurstöðu að þetta hefði skilað sér til neytenda. Þú veist, að því að fólk hefur stundum áhyggjur af því, ég meina hvað ef þetta gerist að hver nýtur góðs af því? Er heildsalinn bara að fara að stinga sér í vassan eða eitthvað svoleiðis? Já, eða smásalinn eða eitthvað bara. Einhvers staðar í virðiskeiðinni, já. Og það semst kom í ljós að þetta hefði skilað sér. Það er gott að heyra. Já, og þetta var stórkostleg breyting og þetta til dæmis, ég heyrði allan á sínu tíma að til dæmis það að afnema tolla á öll föt og skó hefði haft úrslita áhrifum það að svona verslanir eins og til dæmis eins og H&M hefði viljað opna hér á landi. En svo voru þetta ýmsar verslanir sem höfðu opnað áður sem eru svona keðjuverslanir sem við þekkjum eins og Lindex og svona sem að einhvern veginn gerðu þetta án þess að þessi breyting hefði átt sér stað. Já, en ég menna þetta gerði gott og endaði í vasa neytenda. Manstu hvað það voru mikli peningar sem að ríkið svona gaf eftir? Já. Tollar voru náttúrulega ekkert mjög háir, þetta voru samt þetta var gert í 2 áföngum og þannig að þetta voru þetta voru margir milljarðar sem voru felldir niður og núna eru tollar til dæmis á Íslandi bara hverfandi, ég flettið upp í fjárlögunum núna, ég held að sé ekki að skila nema það byrja 3 milljörðum á eiga að gera það á þessu ári sem að í sínu stóra samhengi hlutana 1000 milljarðar samhenginu ekkert mjög mikið. Sérstaklega ekki að þú horfir til þess að þú veist tekjuskattinu sem þú borgar í heildina er kannski kringum 400 milljarðar. Er þetta aftur að þessu samhengi sem ég allavega grafi til alltaf aftur að finnst þér umræða skatta, er hún svona óhlutfallslega mikið litla hluti í þessum málum skatta? Já, og kannski bara í þessum ríkisfjármálum og ríkisrekstrinum almennt. Tölum við aldrei stóru myndina? Ég held að sé alveg reynt að tala stóru myndina. Stundum er talað bara til dæmis hvar stöndum við í samanburði við önnur ríki til dæmis með hlut hins opinbera í þjóðarframleiðslunni og það skoruð frekar hátt. Við erum alveg með háa skatta á Íslandi, við erum að borga mikið í samneysluna og samneyslan er kallað það allt það sem að við gerum og almannatryggingar það sem við gerum saman og borgum saman og þetta eru yfirlega hluti þegar maður þá venjulega kosta ekkert mjög mikið þegar þú nýtur þeirra aftur eða kosta jafnvel ekki neitt. Þú greiðir ekki fyrir það maður greiðir ekki með það nei, þú veist, maður tekur ekki upp kortið og borgar fyrir það en það er búið að gera það fyrir þig eða þú ert jafnvel sjálfur búin að gera það og eins og við vorum nú að ræða þá við viljum bara hafa gott velferðarkerfi og við viljum að það geti gripið þá sem að þurfa því að halda viljum ekki að fólk þurfa að hugsa það hvort það nýtur þessari þjónustur eða hinnar þannig að ég held að til dæmis Íslendingar séu almennt frekar mikið á þeirri skoðan vilja að kerfið sé þannig en svo er bara spurningin hvort að kerfið sjálft nýtir peningan alltaf vel. Og það getur vel verið að við þurfum að fara að hugsa aðeins betur þá hluti og ég held að það væri mjög af hennu góða það hafi verið sett upp einstök verkefni í ráðuneytunum sem að kallast endurmat útgjalda sem hafa þá tekið fyrir einhverja afmarkaða málaflokka og reynt að fara yfir það hvernig fjármunir eða hærri fjárframlög hafa skilað sér eða nýst en ég held að það þurfa að fara miklu aggressívar í slík verkefni ekki þannig að maður ætlar að fara að vera neitt vondu við neitt en bara þannig að það sé passað upp á það að til dæmis
þegar er verið að setja meiri peninga til ákvæmna starfsamina, það skilir sér þá kannski í betri þjónustu, meiri framleiðni og hérna í staðan fyrir að þetta einhvern veginn falli bara milli skips og bryggju. Og ég held að það séu sko ýmsir svona, að það séu ýmsir hagræðingar möguleikar í kerfinu og það hafa allir gott af því að bara eins og maður sjálfur gerir stundum, maður fer yfir reikningana sína. Þú þarft að fara yfir kreditkorta yfirlitið þitt og athuga hvað ert búin að skráði í marga netþjónustur eða áskriftir einhverju dóti. Eitthvað sem þú ert búin að steingleyma og hérna ert kannski ekki nota neitt sérstaklega mikið sem er meira svona nice to have en ekki sko nauðsynlegt. Og ríki sjálft þarf að fara í gegnum reksturinn sinn þannig. Bara eins og við hinn, ef við ætlum að nýta þetta sem við fáum með sem bestum hætti. Já, það er stundum talað sko, þú veist, það aðhaldskrafa sér slæm, en aðhaldskrafa þýðir ekki það sama og niðurskurður. Aðhaldskrafa er bara þannig að sko, ef þú ert að reka ríkisstofnun, þá þarftu að fara í gegnum sko útgjöldin þín og átta þig á því hvort að það er ekki einhvert svigrúm til þess að endurskipuleggja, mögulega hætta að kaupa einhverja þjónustu sem þú hefur að kaupa eða nota minna pappír eða hvað sem þetta nú er. Eða jafnvel sko útvista einhverju þjónustu sem er dýrara fyrir þig að vera með inn í stofnuninu heldur en að væri að kaupa af einhverjum einkaaðila sem að ríki mætti gera miklu meira af. Og vegna þess að þegar til dæmis er verið að gera fjárlög þá er aðhaldskrafa 1 en svo færðu sko útgjaldasvigrúm á móti þannig að þú veist þá fyrst tekur í raun og veru ákvörðun það hvar þú getur sko beitt aðhaldinu og síðan endurskipuleggur þig og ákveður hvað ætlar að gera við útgjaldasvigrúmi sem þú færð á móti. Já, ok, þannig að þú nær sparnaði upp á 10 þá getur þú sett útgjald upp á 7, 8, 9, 10 Já, getur jafnvel gert það eða þá þú, sko, ef þú nennir ekki að gera þetta þá kannski bara eyðuru öllu aðhaldinu þínu, öllu útgjaldasvigrúminu þínu í það að sleppa þig að vera með aðhald sem er heldur ekki gott fyrir reksturinn. Þetta hljómar kannski pínu ruglingslega en þetta er þörf æfing í hvert einasta sinn sem að ný fjárhagsáætlun eða fjárlög eru gerð. Fara vel með og draga úr sóun, það er Já, það er eitthvað sem að ríkjum sko mætti gera ennþá meira af og líka það að fara í svona verkefni sem til dæmis Stafrænt Íslandir sem að er mjög sniðuleið til þess að draga úr útgjöldum, getur oft verið þannig, kannski er einhver stoppkostnaður í því en til langstíma litið á þetta draga úr útgjöldum. Það er líka hægt að veita betri þjónustu sem fólk er jafnvel ánægðara með því að gera það stafrænt og svo er þetta líka í þessu er ótrúlega mikill, það er ekki bara sparnaður sko hjá hinu opinbera heldur getur þetta verið mjög mikill þjóðhagslegu sparnaður sem felst í því að spara fólki ferðir og tíma í staðin fyrir að þú þurfur að fara til sýslumannsins til þess að fylla út eitthvað eyðublað og skila þar inn sko eigin hendi og fara síðan að sækja niðurstöðuna þá getur þú bara gert þetta í tölvu eða símanniðin. Nú er að vaxa úr grasi fólk sem hefur aldrei séð skattkort Já, það er ekki bara það er nokkru dagar síðan ég rætti það bara einu sinni þá var þetta bara svona blátt blað með svona laununum að skrifað inn á og nýting á persónuafslætti sem að fór með milli vinnuveitenda þegar maður skipti vinnu. Jú, ég manni mitt eftir þessu maður átti svona ef manni hélst vel á skattkortinu sínu þá var þetta svona kriplað og máð. Já, þetta er einmitt eitthvað sem að þekkist ekki lengur. Nei, blessunarlega og við erum komið með ökuskírteinið í síman sem er mjög fínt og það þarf svona aðeins að fara í svona ákveðna lagahreinsun það þarf að uppfæra ýmis lög þannig að til dæmis svona rafræn skilríki séu tekin gild. Þinglýsingar líka, það er svona einhver lokahnykkur sem að vantar þar upp á það ekki? Jú, núna er aflýsingar því komnar inn og svo á að ljúka því í haust taka inn alla þinglýsingar og það verður líka til mikill að bóta og þetta er alveg sko, þetta er heilmikið verkefni og akkurat meðan verið að vinna að þessu þá kostar það pening en þetta er samt sem að peningu sem mun skila sér margfalt tilbaka og ég myndi líka ef ég fengi ef ég ætti fullt af peningum og væri að vinna hjá ríkinu og væri ógeðslega góð í hagfræði og góð forritari og alls konar þá myndi ég líka vilja búa til svona eins og efnahagshermi. Mér finnst okkur vanta betri módel til þess að átta okkur á því hvaða áhrif til dæmis skattbreytingar hafa, hvort sem það eru til hækkunar eða lækkunar. En svo til dæmis þegar sko,
að því nú voru tekjuskatturinn, hann var lækkaður í 2 skrifunum 21 miljard á einstaklinga og sko þegar verið að reikna þetta út til dæmis við bara fjárlega gerð eða gerð fjármála áætlunar sem annað plagg sem kemur út alltaf 1. apríl á vorin hjá ríkinu og einmitt eða kemur út, við skulum orða fyrir það á að koma fyrir 1. apríl og þetta sem sagt fjármála áætlun til 5 ára og það verið að gera ráð fyrir því hvernig sko tekjur og útgjöld munu skipast og svona stóra myndir í hagkerfinu og þegar við til dæmis verið að reikna inn svona breytingar á skattkerfinu eins og til dæmis bara það að lækka tekjuskatt þá þetta rosa mikið plús og mínus þetta bara 21 milljarður sko, sem þú rykkar skattgreiðendur ekki því bara 21 miljard í tekjutap fyrir ríkið og þannig það lagt fram en við vitum að það ekkit þannig þú veist þessi peningar hverfi ekkit úr hagkerfinu það verður eitthvað þá, þeir skila sig kannski inn kaupir eitthvað og borgar virðisaukaskatt af því einmitt, það getur gert það þú veist, þeir fara kannski einhverja vinnu þeir gera eitthvað en við erum bara ekkit alveg og mér finnst við oft ekki alveg ná að meta það nógu vel hver raunverulega áhrif við getum kannski sett aðeins puttan upp í loftið og sagt við höldum hann verið svona vegna þess að hagfræðikenningarnar segja okkur það en ég meina við hefum bara svo mikið að klára fólki ég meina ekki bara einhvern veginn sem langar til að búa til rosalega skemmtilegan tölvuleikum efnahagsmál sko þetta ekkert fjarri lægja því mér er minni til sögu sko einhvern tíma þegar CCP var að vesenast með eitthvað svona að því það er svona einum gæsalappa hagkerfi sem að 300 og eitthvað þúsund manna og þeir voru að gera svona efnahagstilraunir þeir tóku einhverjar auðlindir og gerðu þær svona margfalt sjaldgæfari og það rauk upp í verði lögmáliðum frambúð eftirspurn og það er svona komið vísir að einhverjum efnahagshermi þannig að það geti verið næsta verkefni hjá CCP ég held að það væri mjög skemmtilegt ég veit ekki hvað þetta hagvaxtarhermiðnir eitthvað, ég veit það ekki þetta er bara Ég held þetta hljóta að vera hægt ég er eiginlega hirst að kannski einhver búin að gera þetta í útlöndum en þú þarft svo sem að geta sett líka sko þínarstærðir, fólksfjöldan og eitthvað og við erum svona pínu rugglað hagkerfi að þau erum svona lítil en erum samt sko fullburða Akkurat, og svo þetta mannlegi þátturinn sem er svo erfitt að forrita í þessu þú þyrftir að fá raunverulegt fólk til að sko manna þetta einhvern veginn eða prófa þetta, að taka nú sko marga hópa og prófa niðurstöðuna þeim og aðtóka gerist og herma sig bara eftir því Þetta væri mjög áhugavert Þetta er svona bara ógjöfsum frá mér búið til efnaðshermi Er þetta ég efast að þetta sé verið það að þú væri sko fjármálaráðherra og einráður eða alvaldur þarna einn dag í ráðuneytinu hverju þú myndir taka upp á hvað væri dagskipunin Nei, ég hef náttúrulega aldrei spáðið að vera sko, Er þetta það óraunhæft? Fjármálaráðherra í einn dag það væri sko, þú veist maður reyla bara rétt búin að máta stólinn ára sá dagur eru úti af því að það líka svo fyndið þú kemur inn í ráðuneyti þá kemur einhver til því með svona rosalega þykka möppu sem er svona handbók ráðuneytisins og í henni er bara allt mögulegt sem ráðuneyti gerir þetta er lagabólkar sem heyrundi ráðuneytið og helstu verkefni og siðareglur og bara þú veist allt hvað heitir og er sko þú veist bara reglur bílstjóra og þetta er sko þetta er mikil lesning þannig að ég er ekki viss að ef ég væri að koma inn í ráðuneyti í fyrst skipti og fengi að vera þar í einn dag mér yrði mjög mikið úr verki en hafandi verið þar í 7 ár hvað væri efst á lista að skoða Ég held að þetta sem ég var að nefna á hann ég myndi setja fókusinn ég myndi setja fókusinn á endurmat útgjalda ég myndi setja fókusinn á það að átta mig á því hvort að það veri sko einhver fylgni eða einhver bein afleiðing af því að setja mikið meiri peninga í einhverja málaflokka að fá út úr þeim betri þjónustu meiri ánægju almennings og meiri framleiðni mér finnst það bara að skipta máli þannig að ég myndi segja það að endurmeta útgjöld skiptir miklu máli það á ekki að vera einhvers konar lögmál að útgjöld ríkisins aukist alltaf okkur fjölgar við þurfum að taka tillit til þess hagkerfið vex kannski það þarf mögulega að taka tillit til þess en það er líka spurning það hvort að ríki get ekki bara sko treyst sko restina af hagkerfinu aðeins betur til þess að fara með ýmis verkefni er ekki bara hægt að útvista ýmsum verkefnum eða bjóða upp meira val eða gera hlutina aðeins öðruvísi
það að hafa gert hlutina alltaf einhvern veginn þýðir ekki þá þú þurfur alltaf að gera það á eins að eilífu. Ég held ég sé að vitni í sjónvarpsþátt því ég líki því saman sko það að svona ætla að láta enda ná saman í ríkisfjármálum versus bara sko heimilisbókald sé eins og að leggja það jöfnu að lenda á tunglinu og bakka í stæði. Þetta svona, er þetta að því þessar stærðir eru svo rosalega, hvernig fær maður þetta allt saman til að ganga upp? Er þetta bara eins og segið 70, 80, 90 mann sem að vinna við það að bara að láta þetta virka, pluss þessi, ég veit ekki hversu margir vinna fyrir skatti? Já, þetta er náttúrulega, þetta er mikil vinna og þetta er fólk með mikla reynslu og góða yfirsýn og þokkaleg kerfi til þess að halda utan þetta og þannig er þetta bara, þetta gengur bara upp á því að líka þú ert með sæmilega gott regluverk til þess að halda utan þetta allt en þetta er alveg þetta er mikið verkefni en það sem að sko ríkið hefur til dæmis umfram sko bara venjuleg fyrirtæki eða einstaklinga er það að það getur ekki orðið gjaldþrota í eigin mynd þú getur náttúrulega drektir í erlendum lánum og svoleiðis en sko ríki getur gefið út peninga og bara við skuldabrifum þá eða bara og bara prenta peninga, það er bara þannig og svo er það líka bara það að það hefur auðvitað þennan möguleika auðvitað þó að sko vasar almennings og fyrirtækja séu ekki óendanlega djúpir þá hefur ríkið auðvitað þetta tækifæri líka til þess að sko segja bara og þú getur ekki sagt nei, ég ætla að hækka á því skatta þannig að sko það er aðeins öðruvísi að halda utanum rekstur á ríkinu heldur en bara sitt eigið bókhald fyrir heimilið. Þetta það verið gott að geta sagt þetta við launagreiðanda bara borgar þú bara meira. Já, en svo sérðu bara eins og hvað ríkið er að gera núna sem eru þetta líka hlutverk ríkisins að ríkið er að taka lán og veist á endanum munum við borga það en ríkið er að taka lán núna til þess að halda hagkerfinu gangandi til þess að það verði ekki of hægfara og sko að því að það tekur líka ákveðin tíma að fá það til að snúast aftur þannig að það fari bara ekki að það stoppa eiginlega ekki, það verði ekki alltof hægur snúningur að því þannig að við verðum lengur upp það er svolítið lærdómurinn af hruninu þar sem að var svo mikil áhersla lögð á aðhaldsaðgerðir bara sko, allan heim það var bara, þetta var bara lína sem var gefin út það var bara mikilvægt að vera með mikið aðhald og það væri bannað að steypa sér í skuldir og það hefur nú svo sem verið sem betur fyrr frá hruni þá hefur það líka verið línan að greiða niður þær skuldir sem við þó þurftum að axla á þeim tíma og þess vegna vorum við í færum til þess núna að gefa vel í og höfum svigrúm til þess að skuldsetja okkur en það er svo sem, maður getur ekki farið endalaust í það átt en það er bara svolítið þannig að það verður að taka mið af aðstæðum og þessar aðstæðir sem við erum í núna það er náttúrulega komið 800.000 sinnum fram að við höfum ekki mörg fordæmi til að vísa í en það er samt ekkert svo langt sem við gengum í gegnum síðustu kreppu og það var einfaldlega tekin ákvörðun að takast ekki eins á við þessa kreppu eins og það síðustu sem ég held að hafa verið rétt ákvörðun Þetta eru stóru flókin viðfangsefni held svona og okkur er tíðrætt fjárlæsi og fjármálalæsi hérna heldur að þetta sko, er þetta eitthvað sem fólk almennt svona setur sig inn í og skilur heldur, hvernig ef þú átt bara svona test the water einhvern veginn og er þetta eitthvað sem við ættum að leggja meira upp úr að skilja í samhliða því að vera betri að skilja hvernig peningar virka? Já, ég held að hefði allir gott að því að taka smá þjóðhagfræði fyrstulega er hún skemmtileg og hún svona kennir manni ýmislegt samhengi hlutana og það er ágætt að vita það bara hvernig vextir virka og hvernig verðbólga virkar og hvernig gengi spilar í þetta og hvað máli skiptir viðskiptajöfnur og allir þessu hlutir sko, sem þú heyrir í fréttunum en tengir ekki endilega neitt rosalega mikið við og hefur ekki gerðin neitt rosalega aðgengilegir heldur? Nei, það er kannski líka það sem að sko er oft vandamáli er að þú hefur stuttum tíma til að tala þessa hluti þetta er einhver fréttaþáttur sem þú þarfst að fara í og þú þarfst einhvern veginn að koma aðal atriðum til skil og þá hefur ekki tíma til þess að fara í það að útskýra fyrir sko, þeim sem hefur ekki mikið skilninga af þessu hvað þú ert í raun og vera að tala þannig að þú þarfst alltaf svolítið að ganga út frá því að sá sem að tala við og sá sem hlustar hafi að minnst einhverju svona grunnþekkingu en það er bara ekkert eðlilegt að gera ráð fyrir því
og eins og þetta er núna, ég meina kannski var þetta þannig þegar ég og þú vorum krakkar, ég er nú talsveit eldri en þú samt bara svo því sé haldið til að að ég var þannig að ég kom heim úr skólanum og ég bjóð út í sveit, þannig að sko blöðin komið 3 viku. Ég laðist bara á gólfið með köttinn og las öll blöðin. Ég veit ekki, ég held að krakkar hafi gert talsveit dagur þessum tíma, þetta var náttúrulega bara, það var ekki búið að finna var ekkert annað að gera eiginlega ekki sko, maður hefði gæti lesið bók, það var ekki sjónvarp fyrir einhvern tíðan eftir 6 eða þaðan að síðar og sko leikjatölur voru jú til en þær voru frekar sjaldgæfar og ekki mikið úrvala leikjum og þannig að maður svona innbyrti talsveit mikið af fréttum og þjóðmálaumræðu og svona þyngra efni og eins var það líka að sko maður hlustaði á fréttir alltaf á kvöldin og horfði jafnvel á sjónvarpsfréttir og svona en það er ekki langt sem ég átti bara samtal við eina dóttur mína akkurat þetta, hún er nú orðin býsna stálpuð að sko hún veit meira pólitík í Bandaríkjunum heldur en sko íslensk efnahagsmál eða þjóðmál af því að það er líka bara áhugin og hún hefur allt það aðgengi sem hún vill að upplýsingum hver sem og hún velur þetta er bara hennar áhugasvið einhver longrít á Guardian og eitthvað svona dæmi þess vegna en sko þú veist mötunin þú veist ef maður getur kallað það sem að ég og þú ólumst upp við hún gerði það kannski að verkum að maður fekk svona viðtakjari þekkingu þó hún var í yfirborðsþekking á alls konar hlutum en þú veist, allt þetta sem maður var að hlusta þú veist, maður var að hlusta á fréttir sko þú veist, einhverjar veiðar og brest og landanir svartar skýrslur frá Hafró og ég meina vinnumarkasmálin og verkföll og sko, guð má vita hvað ég meina, sko, ég held ég geti næsti útskipt fyrir línuíflun en en þú veist, þetta ígildist tonn líka en þetta vantar svolítið núna og þó þessi frábært að hafa allan þennan aðgang á öllum þessum upplýsingum þá er ekkit endilega víst að sko meðal maðurinn verði fróðari á mörgum sviðum, hann verður kannski mjög fróður á þeim sviðum sem hann hefur áhuga á en kannski ekki svona fjölfræðingur við getum öll verið í okkar búblum það er bara tiltölulega auðvelt veist, ég meina mér finnst skemmtilegast að lesa einhverja dýrafréttir kannski en ég les allt mögulegt annað því að ég bara vunn því Þetta sé ágætis loka orðið þessum þætti sem hefur einmitt það markmiðið að fræða fólk akkurat þetta þannig við erum hérna að predika fyrir kórnum sem er búin að leggja hérna við hlustir Svanhildur Hólm, þakka þér kærlega fyrir komuna þetta er búið að vera mjög áhugavert spjall Takk fyrir mig